Komið sæl, það var strekkings norðanátt á landinu í dag og svalt í veðri, sérstaklega fyrir norðan og þar var svona úrkoma einnig með, aðalega rigning þó á láglendi en stutt í slittu og snjókoma svona í hæð. Sjáum að þessi lægð hér sem stjórnar veðrinu, hún fjarlægist okkur og það gliðnar á milli þrýstilína þannig að það lægi smá saman og dregur úr úrkomu fyrir norðan. Sem myndast hérna smá lægð sem eyðir svo annað kvöld upp og leið sinni til okkar, gerir ekki mikið en síðan erum við svona í hálfgerðri flatnesku eftir það. Sjáum að það er svalt loft og máli reikna með svona vægu næturfrosti í nótt og aðra nótt en síðan svona fá við hér smá saman hlýra loft og rakara en við skoðum það aðeins betur á eftir en við sjáum hér undir kvöld að þá er þétta þrýstilínur þá má alveg reikna með svona allhvössum eða hvössum vindi staðbundnum svona við fjöll hér sunnan til landinu svona fram á kvöldið en annars verður hæglætisveður í fyrramálið en svona yfirleitt skýjað á landinu úrkomu lítið hitinn svona fer nú ekki hátt kannski á morgun en það sem er skýjað og sólin nær ekki að hita almennilega upp þannig að svona verður lítið 2 stafa hitatölur á morgun en við sjáum að það svona verður svona víða á landinu lítið sáttar væta af og til getur við sagt það kannski ekki helst hér á Suðausturlandi sem verður heldur meiri rigning en annars staðar og svona það líður á daginn þá verður náttúrulega þurrt hér á norðaustur hluta landsins sjáum að úrkomu lítið en sjáum að það er svona blettir hér og þar og annað kvöld þá svona fer að birta til við sjáum að skýjahullan svona þynnist og þarlendi verður og hægur vindur þarlendi má reikna með útgeislun og frosti svona vægu frosti á landinu aðra nótt síðan fáum við hér smá saman úrkomusvæðin sem nálgast okkur þannig að lengst af á uppstillingardag, 5. dag þá verður hæglætisveður og úrkomu lítið og jafnvel sjást í sólar hér norðaustan til landinu og hitinn fari yfir 10 gráður en smá saman kemur þá þessi úrkomubakki og þykknar aðeins upp, ekki mikil sig en það verður líklegast þá víða svona rigning eða súld sunnan og vestan til landinu, úrkomu lítið á norður- og austurlandi og jafnvel hér einhverja glöfur í skýjahulunni sjáum að hæstu hitatölu verða þar sjáum að þrýstingur svona þrýstilínur þéttast aðeins þannig að það verður líklegast svona strekkingur við suðvestur og vesturströndina á föstudaginn annars tiltölulega hægur vindur það er þessi lægð hér sem að hreiðrar sig hér á Grænlandshafi og sendir þá þessi skil til okkar svona mesta úrkom verður þá á Suðausturlandi líklegast en síðan er þetta svona óstöðuloft sem að tekur við þannig á laugardaginn þá er þetta svona meiri skúraleiðingar hér sunnan og vestan til landinu en áfram úrkomu lítið hér á norðausturlandi og jafnvel að sjást í sólar þar þannig að það er að hlýna smá saman hjá okkur og svona verður vonandi þá vorlegra eftir sem að vikan líður en við sjáum hér í Evrópu þá er stíf norðvestanátt hér og svalt loft óvenju svalt loft svona sérstaklega norðan til landin í Evrópu og skúraleiðingar en svona kannski minna skúrum sunnan til en þó hins vegar hér Balkanskaganum og Ítalíu eitthvað við sjáum hér þá svona helstu tölur og veður á morgun en það verður svona norðlæg átt hér á Kanaríeyjum og hiti svona og yfir 20 gráður. Hér er lægð á leið til austurs og það svona færist hér yfir norðausturhluta Bandaríkjanna úrkoma en lagast við vatni miklu síðan er úrkomusvæði að færast inn á norðvestur í norðvesturríkjunum og þar lendi svona dregur aðeins úr hitabylgjunni en það er samt nægur hiti hér sjáum við hérna vestan til við Klettafjöllin en það verður hæglætisveður og morgun og síðan svona smá saman hlýnar hjá okkur næstu daga en það verður svona frekar þungbúið svona lengst af látum þetta gott heita, verið sæl